Wow, herru, mánuðin hálfnaður drengir, þetta fljótt að líða. Það rosalegt. Það verður komin apríl árið vitum af og vorið og sko, það góð ástæður við erum í gýr. Það verður að fylla á kælinna hjá okkur King Robby og King Jói Fel Jr. Já, málega það sko Jói Fel Jr. Jói Fel ól þennan mann upp. Þetta svona. Það bara þannig. Og ekki bara, sko, Jói Fel ólan ekki bara upp, heldur líka Horny Will ólan líka upp því að hann karðisérfræðingur, þessi meistari. Og Horny Will Er hann ekki sensei? Hann sensei. Horny Will sensei. Og hann skólaði Jói Fel Jr. Sko málega þetta eitthvað sem ég langar svolítið að ég væri til að vera sensei. Þú getur aldrei orðið sensei. Jú, ég get 20 ár. Þú getur ekki sleppt í að borða máltíð sko. Þú fórst einu æfingu í blöggastunu, blöggastlist. Þú hefur ekki agan í þetta. Þar ég að kenna þér starffræði. Það tekur 20 ár. Ég 39 ára. Já, þú Ég bara get orðið sensei. Þú er ekki lappað inn í líkansrækt sko. Nei, enda hvað ætti ég að vera að gera þar? Hvað, ef þú nennir ekki að fara að lifta að hlaupa okkur eftir að nennar fyrir karate? Hvað heldur, hefur þú séð eitthvað sensei verið að hlaupa eins og vitleysingur Nei, sensei Já. Sensei að gefa þér eitt bara í öxlina. Heldur að sé ekki geggjuð formi? Sensei? Jú, sensei pakkaði saman en sensei ekki heldur að sensei sé heldur að sjá að sensei í stigavilni. Já, potið sko. Ég reyndar hef ekki séð Horny Will. Hefur þú séð karatemann bara á okkur hlaupabretti? Þetta virðist vera next on the point hjá Steinþóri sko. Ég held að bara allir íþróttamenn haldi sér í formi. Ef þú ert í karate þá ertu íþróttamaður. Já, sensei heldur sér formi með lemjamenn sko. Sko, málið það, ég hef aldrei farið inn í Þetta langar í karate, ég þurfti að henda honum í karate. Já, beint í Horny Will. Ef ég myndi Nei, kíkja ég get bara henda honum beint í Horny Will. Já, besti sensei á landinu. Já, herru, hann er 4 ára. Hann er með krakka, hann er með grislinga. Já, ég bleið Breiðablik. Ef ég myndi kíkja núna á Egil bara í vinnuna, í sporthús heldur að ég sjá bara fullan sala mönnum í karatebúning. Nei, það er ekki þannig. Ég er að þú ert ekki að æfa. Ok, heldur þú til dæmis að allir NBA-leikmenn séu alltaf í körfuboltabúningum þegar þeir eru í rektinni? Heldur þú að Messi þegar hann fyrir rektina heldur að sé bara í takkaskóm? Nei, þegar hann er á æfingu í fótbolta þá er hann í takkaskóm 100%. Heldur hann fari ekkert í rektina þess á milli? Heldur hann Messi sé bara í fótbolta? Já, auðvitað verður hann að fara í ræktina þegar hann er að hlaupa eftir bolta. Ef þú ert í karate, ef þú ert í boxi eða UFC, heldur þessi menn sé ekki í gymminu? Jú, en máli er að sensei, hann er ekki að hlaupa eftir bolta. Þú veist að sensei er ekki bara gaurinn að í Karate Kid, sko. Nei. Hann er ekki bara að láta vaksa bíl og eitthvað, svona menn er í ræktinu, sko. Ég get lofa þér að þú hringja núna í vin Jóa Fel, pappans Horny Will, heitir hann. Já, þá er hann ekki núna í ræktinni, hann er núna bara í búning með svarta belti. Það er búin veikind á heimilinu, Steinþór, þú veist að ég er illa sofinn, þannig að ég nenni ekki að fara að rífast við. En ég skal lofa því að menn í karate halda þessi formi. Ég var að spyrja AI sem ég ræði við og meira en bara alla vinni minna og makan til saman. AI er orðin besti vinnuðinn. Já, sko. Ég var að spyrja, what does sensei mean? It's a Japanese term that translates to teacher or master. Vissu það? Ég vissi það. Master. Já, ég vissi það líka. Ok, ég vissi það ekki. Þetta var ég bara að fá það reynd. Master of puppets. Ég veit ekki hvað það var, sensei. Nú eru strákarnir veikir, búin að báði veikir. Já, fórum reyndar, loksins konið í skóla. Það var erfið vika. Já, dóttir mín var veik núna og gríslingarnir er alltaf veikir. Mér langar, mér döðlangar, kannski er það meira fyrir blöggasti, ég veit það ekki. Mér langar að ringja til útlanda. Spyrja þar, við ringjum bara einhvert Starbucks eða McDonalds eða eitthvað, þú veist, á eitthvað fyrirtæki, leta að finna númerinn og spyrja bara, þú veist, áttu krakka og eru þau alltaf veik? Are they sick like in Iceland? Eða er þetta bara því að við erum hérna bara örfá og það er allir að hósta og allir að guppa? Ég hef oft spáð í þessu, er þetta eitthvað svona einstæmi á Íslandi, allir krakkar eru alltaf veikir og alltaf með eitthvað pest? Eða er þetta svona allan heim? Þetta er ekki svona allan heim. Ég vil meina, allt sem ég les sem gerist erlendis gerist hér. Þetta er copy-paste. Já, þannig að það eru veikindu öllum leikskólum. Já, það fylgist þið mikið með America. Allt sem gerist þar spólum 1 mánuð fram í tíma og nákvæmlega sama gerist. Þannig að þetta er ekkert bara veðrið. Hafið þið séð ítala Hafið þið séð ítala með gubbupest? Hvernig ert þú á Ítali og horfa Ítala heima á sér með gubbupest? Hvað ætti ég að sjá Ítala með gubbupest? Já, bara ef þú ert í Flórens og ert að panta í pítsu. Nei, þú hefur fann ángað, ég hef verið með þér. Hefur einhvern tíma séð einhvern gubba bara hérna, sorry, ég verð að fara heim með gubbupest. Nei, ok. Það er á einhverju pítsastað. Tengdapabbi minn, hann er að keyra 10 bandaríkjamunum núna hérna Ísland. Heldur að þau hafi séð eitthvað krakka með gubbupest í ferðinu sinni? Ef þeir eru á Íslandi, jú. Nei, þeir eru heima. Þegar við smitum þau. Af því að fólk er að vera heima á þessara gubba, bæði á Íslandi og Ítalíu. Já, sko. Já, ég meina, þú veist, hver heldur að, hvað pest er þetta? Ég meina, hver fær allt inn einhverja bakteríu og fer bara gubb
gubb í sólan. Þetta er íslenskt. Nei, ég hef ekki eins og setið í bíómynd. Ég var að koma mér á jörðina með þetta. Ég held að þetta sé bara allstaðar. Kanski sko, ég veit ekki, við fáum þessar, komum svo tarnir í flús hérna á þessum drefleðilega klaka hérna og það yfirlt þetta hérna, það ég veit ekki, Jan Feb þegar eitthvað allt í ógið. Já, það fá allir kannski flensur. aðeins minnum þetta í heitu löndum eins og, ég veit ekki, Tenerife og svona, veist, Ég guttir að flensur, ég er að tala bara græna lekandi hórið og gubbið. Það ekkert bara út allt. Ég er að segja ykkur Ég held það. Hafið ykkur til að sé fræga bara Hollywoodmynda sem bara, hvað ekki alltaf góð með þig? Ég er með gubbupest og ég hef aldrei séð gubbupest. Fólk verður veikt allan heim. Er þetta eitthvað rugg? Já, þú veist, ég veit að verður veikt. Með flensur. Nei, ég er að segja með flensur og svona. Ég er ekki að tala hann drekka Guinness og Celsius. Ég er að horfa á hann drekka. Ég er að tala stakur gubbupest sem bara 24 tímar og fólk að æla. Það bara eins og í Outbreak, sko. Það alls þar. Þetta svona skríti stöf, sko. Ég get lofa því það alls þar. Sko, málega, þetta gott, við skulum rannsaka þetta. Þetta er gott fyrir blöðkastið. Hringjum bara út, spurjum hvað gubbupest á ensku, stendur með það? Puke, disease. Puke disease. Spurjum hvað það fólk sem með það. Ég er bara að spurja, basically, puke disease. Eða segja bara, have you ever been like ill for 24 hours and you're just puking and then you're okay, you can just go to work. Já, við getum spurt Er eitthvað annar land með svona orð þess að við? Gubbupest. Við meira bara fucking word fyrir þetta hennar disease. Það er búið að skýra hennar sjúkdóm. Sko ekki spyrja Steinda hvernig þú segir eitthvað ensku því að núna við erum hættir að fara að skemmta. Ég spyr þarf að tala ensku þannig að við erum á veislustíða eftir að Steindi kallaði ásatíð The Years Festival hann fyrir framann eitthvað fólk. Það er eitt óþægilegt sem ég lendi í bara sem veislustjóri á æviminni. Hvernig myndir þú segja Welcome to the Years Festival. Það er bara dó eitthvað inn mér. Talandum sko Ísland við ætlum við að ákveða okkur. Ég ætla að vera komið vor bara í vikunni. Herru, svo byrjar að snjóa. Svo kemur aftur bara vor. Maður fær von og svo kemur aftur snjór. Þetta er viðbjöður. Ég fór út með alla fjölskyldun í garðin og vorum að sópa og taka mér þess að smá arfa og vorum bara í garðinum að undirbúa út með húsgögn. Ég var komin í þetta sko. Ég þjóðstartaði sko. Máli, já, við gerum þetta allir sko. Við byrjum að fagna og snemma sko. Það er bara refs okkur fyrir það sko. Það er eiginlega bara það sem Íslendingar gera. Þetta er síðasta frostið. Þetta er síðasta. Þegar ég var að hugsa bara hérna í vikunni, ég spáði að hafa King of War á fös. Ég hugsa bara King of War, það er árleg keppni og það er hart barist yfir hlýðinni, það er gaman að hafa hana. Hörðu, ég hugsa, allt sem þú sagðir hérna stundu það maður bara stoppaði. Það er ekki einhver rosa spenna geggja gaman að hafa hana. Fólk er ekki að bíða eftir henni. King of War er ekkert eitthvað keppni sem maður bara svona bíður eftir. Það er öllum fólk sama hvað þetta er King of. Þetta er allt eins þetta rugg. Það er enginn sem hugsa wow, herru, King of War þetta er season og keppni. Það er -13 helgina. Við þurfum að geima þetta í viku. En málega, ég býði på fjalli. Þú áttu ekki því að ég er alltaf ég alltaf verið climate en þið sko. Hörru, ég lapp út í morgun, snjór, ógeð. Það var klukkan 05:50. Hljóp út í bíl bara og lamin í andlitið af íslensku veðri. Það tilti mig síðan út í bíl og ég get ekki haft King of War í dag sko. Og það hugsa, hvað er að gera maður? Sér var að hugsa, hörru, við erum tilnefndir á 50-daginn, Best Weary og hörru King of Awards sem er eiginlega líka seasonal keppni. Hún hefur verið 2 áður. Það er ég breytt. King of Awards í dag. Er eitthvað sem þú hefur ekki verið maður? Já. King of Awards er málega King of War er kannski að mér síðast 3-4 vikur í það sko. Vika. Hvað er frétt og vísi núna? Sér hvað það landilega þetta maður. Gul viðvörun í kortunum. Það er núna frétt og vísi. En byrju, guys, við þurfum að vera góð þátt í dag. Ekki láta mig byrja með þessa gulu. Málega, áður en þessar lægðir fengur lit á sig þá var ekki það rætt um þá var aldrei rætt um þetta. Þegar ég var yngri það var bara rók, ég sagði bara, herru, mamma, pappi, ég ætla að fara út að mér er gaman að renna niður úlpunni og reyna að fjúka eitthvað eins og þú veist, það var bara stemningu. Núna með að krakkar ekki fara út. Það má ekki fara út. Það ekki verið við 200 ára síðan í Íslandi. Sigurður, það eru í gul viðvörun hérna. Steindi var bara með jakkan uppi og reyna að fljúa. Gul viðvörun. Það er að flýja heimann. Við þurfum aðeins að slaka samt á með þetta sko. Þú veist, það er spáttið bara roki í kvöld. Þú mátt alveg fara út sko. En ég ákvað bara að breyta, ok, King of War, það dói sko, þetta er reyndar, þú valdir ágætis tíma fyrir King of Awards því að það eru hlustendavelun á 5. Það eru uppselt á þau, þannig að þetta verður stemming. Og það var Oscarinn daginn, þannig að þetta er svolítið award
season. Óskar var með comeback líka. Óskar var við skoður. Og líka var að skoða starfskrona og hlusta vel þetta er að búið að gera þetta svolítið að partí. Það er bara að hlusta á fólki sko, að bara stemningu. Já, ég meina, þú veist, við getum bara verið hreinskilnir. Hlustendavölin voru alltaf risastór, fóru í smá dvala og eru núna bara að koma með alvöru partí sem er bara geðveikt. En ég sá fyrir mér að við ættum, sko, ég hugsaði við getum alveg tekið best video, alveg fræðilegu möguleiki, þanga til að sexy boy Rúrik ræsti út alla Suður Ameríku á hans Instagram. Já, Rúrik hent á Instagram hann ræsti út Argentínu. Málega þetta var daginn fyrir þetta deadline hann líka sko, Rúrik, he played hardball af því að sko, hefði hann sagt bara á íslensku hann að tala í kameru, herruði, ég minna á hlustendavelunin hérna sem að eru eða myndu kjósa Ice Guys, það var það gaman nei, hann setti enskan texta bara, the Ice Guys would be marvelous if you could vote us. Já, en það sem hann er að gleyma, hann Rúrik, okkar besti maður er að hann fór ekki í flugvél með dauðum afa sínum, hendur honum út og hoppaði á eftir honum í fall. Það er það sem vantaði í vídeóið. Það er eiginlega gallið. Þetta var vídeóið að gegja. Haldið að Rúrik hafa náð svona langt í lífinu með því að vera næs. Þarna hugsaði hann bara, nú get ég tekið þess að blöðtrúða og reykta og sér kveikta bara frontkamerunni og ræsti út alla Suður Ameríku og svona lagði þessi. Það er bara, you're gonna vote right over here og eftir það Instagram story eigum við ekki break. Við mætum á 50-daginn fullir reyðir. Nei sko ég segi ef við vinnum besta vídeo þá verðum við fullir og glaðir. Við eigum alltaf verið severe underdogs. En allir elskar underdogs. Ég er blöð einhvern tímann unni vel. Ég veit ekki með ykkur, ég verði bara fullur og glaður sama hvað. Það er líka oft. En sko við mætum allan í gýr. Já, spurningakeppnin, það er King of Awards. Við erum með íslensk slúður líka sem er með Don't Call It a Comeback. Þú varst náttúrulega ekki síðasta föstudag. Nei, ég var í Fraklandi. Það búið að vera tvisar þar á undan. Við erum með föstudagslægið. Jóhanna Guðrún er með föstudagslægið Fram að mamma frá Djamma. Miðasala þar inn á tix.is og ég veit að það er ekki mikið eftir að miðum, þannig að tryggja eitthvað miða inn á tix.is og ég held, ég veit ekki sko, hún sett á Instagram sjálf hvaða lag hún ætti að taka í dag og það sem fekk flest atkvæði ætla hún að taka. Nú eiga makar að trýta frúna sko, kaupa miða. Já, senda frúna maður. En ég sko málega nú veit ég allir að hún upp á söngarmenn í heiminum hérna vundan Manswes er Astrid alltaf að mæta þarna bara í gýr og hvert að vera Nei, hún sagði ég veit að kallmenn mættu að mæta þetta verður 99,9% women sko. Ég ætla að gerður blöðsökja að mæta með okkur að múfur þetta var bara eitthvað ekki til líka hún er með básarna framir sko, þetta er mikið að múfum að það ef að það þú lofaði því sko Nei, ég meina þetta er en ég meina það er því samt, þú veist, þú mátt mæta sko Já, ég bara Þú veist í alveg, hún sagði það hún er að koma eftir Þetta er gott gig Já, þetta er geggja kík Það er kannski bara gott ef hún hlusta að þú og fleiri gaurar eru að fara að koma og kannski aðeins hugsa ykkur líka í blössbásnum Geti tekið allavega 10-15 múffur með sér líka þannig að menn geta keypt þarna sem mæta Þú verður sattir, sko, ég veit að Gurri hún var að draga Rakel Já, hún var að segja hún er við Peppa ég skila mjög, þetta er geggja jam Já, en af hverju ferði ekki með? Þetta er Sverrir Bergman og Dyrkan, Jóhanna Guðrún Við Steindi erum að fara hana líka Já, þið eru þarna, veist, ef ég er Það verður alveg stemming Eitt sitt einnana með okkur múfur Þú þarft ekki að sitja með múfur Ég þarf að fá hún það Setja það eins og velluð maður Þú veist, þú getur líka bara lappað básana fengið kampaðin og farið svo brinn og horta sjóði Þú þarft ekki að vesla múfur Hannes marpa með mér og hann næsir í Hannes múfun sem náttúrulega er hann, Hannes Neo Mest selda múfani og blöss Djöfull var fyndið þegar við sáum þess að Hannesa múfu þarna ringdum í hann munni í blöggastinu Já, hann var að taka eitthvað auðlýsing Nei, hann var að fundi Hann sagði bara þegar við ringdum og gemsarum hann sagði bara, særi gæs, ég er ógeðslega mikilvæg að fundi, er þetta merkilegt Já, þú átt fræ, þú átt nafna sem er múfa strákar, það eru stórtíðindi það er 10 ára verkefni eða 10 ára mission er að fara að líta dagsins ljós núna í næstu viku, því að við erum að fyrir tökur á morgun Já, það er ekkert Já, sko, máli er að það búið að vera suði í þig lengi með þetta
Ég veit ekki hversu allavega 10 ég bara veit ekki hvernig vil ég hafa þetta. En allavega það sem að Steindir er næla út úr sér, að þá er páskabingo blökkarsins á skýrdag 28. mars. Já, frídag, fyrsti rauði dagur páskuna. Já, og við erum að fara að taka auglýsing á morgun. Já. Það sem að, þið viljið að ég verði páskaegg að þið er sköllóttur. Við erum að fara að breyta haustum Það tengist ekki til að vera með út með fallet höfuð. Já, þú ert með það. Ok, ákveður var ég valinn að vera páskaegg. Við erum með skrítin haus. Já, hefur þessi kón kringlóttur. Já, sko, svo er þetta, ég er búin að reyna að segja ykkur þetta svona 20 sinnum off air að þetta verður aldrei eins og sjá þetta fyrir ykkur. Þið haldið að sé bara að vera að hella súkkulaði yfir mér á Freyju og ég verði bara svo páskaegg þegar sköllóttur. Þetta mun bara svona leka niður, þetta verður allt óþægilegt og vond. Ég sver það, nei, þetta verður ekki hann. Ég var að tala af Emil Pete sem er á Freyju Gamer. og hann er bara, bara rauðun og klakka meðlumur og Fyllibitalega. Já, allt saman bara. En hann er bara að fara að taka mót okkur búin að græja 10 lítra af heitu súkkulaði. En þegar þú hellir þessi yfir mig þá verði ég ekkert eins og páskaegg. Þetta mun bara svona leka niður og til að uppdata fólk bara, við erum með skýrdagur að páska bingo blökassi sem er alltaf öll þjóðin horfir, spilar the great entertainment heim í stofu, og ég byrja að tala um þetta sko það langt síðan ég byrja að tala um að stíka haustum ári í súkkulaði yfir páskaegg. Þetta er 10 ára konsept og loksins getur orðið að veruleika að saga bara 10 ára. Ég sé bara fyrir mér, við tökum borð, við sögum gatið það, þú fer undir það, hausin upp úr, fallegu dúkur, setjum á því súkkulaði, við notum sleif til að fylla algjörlega yfir allt sko. Og sem er lifandi unga. Já, svo setjum við Nei, það ekki. Ekki lifandi. Þá er hann ekki að hoppa svo goppandi. Seti bara strumpan á það er bara svona páskaunga, skraut, ég sé nammi upp í þig og ég vil að fá svona lók til að loka. Ég er ekki að fá eitthvað gegg upp í mig. Þetta er ekki impgríma þá sko. Ég er ekki að fá þetta páskaegg. Þú páska ég ekki upp í munninum samt. Hvað þá? Þú verður aðeins að minka perverti niður. Þú getur ekki alltaf að hugsa eitthvað kynferðislegt. Við erum árið búið til páskaegg. Við erum ekki að setja eitthvað gakkúlu upp í mig. Nei, ég er að tala um lok sem er aftan á egginu. Þannig að ég verði svona. Hvað minnir þetta við á? Sér geti ég opnað það og fengið, þú veist, málsáttinn og allt þetta dót. Við gerum þetta á morgun. Við erum að finna út af þessu. Ég sátt að finna þetta er besta auglýsing fyrir bingo of all time. Ég get lofa eitthvað því þetta verður ekki gott. Það er alveg króksara málsáttur frábært inn í egginu. Herðu, Sturla staðrindin, þar verða hérna líka eftir svo ég held að fara með hvað er í þætti dagsins. Sko, Sturla staðrindir hafi ekki verið yfir mánuð, þannig að það komið tímaður. Og Eyþór Ingi ætla líka að kíkja hérna til okkur sem er að byrja með kvöldstund með Eyþór Inga í kvöld á Stöð 2. Það er frábær. Eyþór Ingi? Já, okkar besti með Er það að koma núna í dag? Ég var láta að syngja Ég og Lim sem hefur upp á oss Júrósalæðið mitt. Það heitir Ég og Lim. Jésús, hvað er þetta? Ertu en ef hann syngur það Ég og Lim Ok, núna, horfðu þetta við stúdíóði. Það er enginn að brosa og okkur fannst þetta báðum bara óþægilegt. Nei, ég veit, ég sá það. Fyrir hvern ert það að finna núna með þessu? Mér finnst þetta að finna þið en það er eina sem er að bögga mig í þessu er að hann er í slúðrinu, íslensku slúðri. Ég á Lim. Já, sem er óþægilegt. Nei, þá getur við fengið að staðfest hvort þið sé satt eða ekki. Já, ég getur þetta að geima það er eiginlega staðan. Alltaf að vera með hann í slúðrinu. Það er bara komið hingað, það er bara búið að setja það hérna inn. Þú mátt ekki breyta því þó að ég getur þetta að fara eins og skoða inboxið, það sé eitthvað annað. Ég kannski líka senda okkur í morgun að vera að koma sko. Já, svo er þetta bara við erum ekki. Það er St. Patrick's Day á sunnudaginn. Þess vegna er búið að fylla túborkælinn af já, við fengum ból og húu og það er ekki rosalegt koncept. Gleðilegan St. Patrick's Day. Höfum við 2-3 mínútur hérna? Hvað ertu að hugsa? Erum við á okkur hraðferð? Eina vesin er bara Rikki gefur reyður en þú veist hvað það að gera, Rikka Stendur Junior. Nei, betur af hverju hann reyður? Út á auglýsingu? Nei, við skulum ekkert auglýsingar strax. Hvað ertu að hugsa? Málið það Þetta er eitthvað sögustund. Nei, málið er að ég fekk rosalega hugmynd. Núna, ég fór í pottin. Bestu hugmyndin að koma út í pottinum. Nei, við þetta styrtu pæling þá þetta í blöggastinu. Nei, þetta er ekki styrtu pæling. Og hérna, sko málið er það að því vorum að tala hérna páskabingo og þetta. Og við náttúrulega erum með saumagliði það sem er one-on-one spjald. Alveg svo þegar fólk fekk vúrþblöð. Fólk, það var bara eitt sem fekk það. Já, það var í litlu jólum blöðastins. Já, við ætlum að vera með saumarleik sem er eins. Það er jafn góða hugmynd núna. Það verður unboxing saumarleiku sem verður one-on-one spjald. Og ég fór að hugsa þetta aðeins því að ég náttúrulega
Ég safnari sko, ég safna alls konar myndu, já, bara og collector. Ég að safna alls konar safnspjöldum UFC-spjöldum. Já, fullt af spjöldum Pokémon. Alls konar, ekki Pokémon Magic. Dóttir mín ég er þetta jafn spenntur og hún þegar hún opna pakka sko, en mér skaman að opna pakka og ég fór að hugsa það, veist, mér langar svo mikið og ég ætla að gera þetta, strákar. Gera hvað? Ég ætla að búa til FN95 blöð spilin sem er bara, sem sagt, ég fór að hugsa, ég skrifaði niður smá lista hvernig það getur verið, því að þú veist, í svona serjum þá ertu með, þú veist 52 spil, bara Olsen spil. Nei, þú ert með, þú veist, eins og til dæmis ef ég tek bara því ég er að safna UFC og alls konar dóti, þú veist, þú ert með 200 sko, UFC eru 200 bardagakappar. Við erum 3. En þeir eru fleiri, þú ert með sko svona 200 svona base spjöld Svo ertu með, þú veist, 1 upp í 200 spjöld, 1 upp í 10, 1 upp í 50 101, þú ert með áritu, þú ert með allt saman. Ég hef sagt ykkur Nei, þetta er ekki góð hugmynd. Ég segi svona góð vinni þáttarins gæti fengið John Johnson, hann kemur oft í spjall og kannski ég út heppin að fara Horny Petman. Þetta getur verið rosalegt. Ég er búin að skrifa niður nokkuð spjöld. Ég þarf náttúrulega að skrifa niður alveg 300-400 spjöld. Allir góðvinni þáttarins. Ok, býtu, hann er násir rétt. Ertu að hugsa þannig að þú vilja gera spjöld, þannig að þú ferð út í bara búð eða sjoppu, þá getur þú keypt FN95 blöðpakka, opnar hann eins og fótboltaspjöld. Fær 10 spjöld inn í eitthvað. Og þetta er í takmörkuð upplæði náttúrulega. Þetta er one time. En þetta er ekki FN95 blöð, þetta er fyrir ekki Dór og Jón Gunnar Gerð. Já, er þetta komið vinir málega sem ég skrifaði niður. Þetta flest allir á Íslandi hefur komið í spjall, þannig að það geta margir verið að það. Málega sem ég skrifaði allavega niður er að þú veist, þú gæti til dæmis fengið snottas spjaldið. Dauðan hundi minn. Það fengið Stefáni Hundur svo áttir þegar þú varst yngri. Þú retta með mynd á honum, þá við getum gert bara snottas í glansi. Ég er feskur sko. Getur þú fengið mynd bara random baðverði, bara eitthvað gæði sem vinnur bara í lögðarslög, bara mynd á honum. Þú getur bara fengið baðverðin. Það er tenging að það ekki. Og þú getur fengið brjánbreka original blöð members áritaða, þú getur fengið hárlösa hamsturinn og spurt og svara, þú getur fengið glugglug, þú getur fengið ástabrif, getur fengið vörðblöð eða svo öðruvísi alltaf ekki hérna í glerdraslinu en svona einhvern annan vörðblöð. Þú getur fengið original ástabrifið aftan á spjaldinu, orðrétt, og þú getur fengið áritaða landaköss. Pælti að fá áritaða landaköss. Hvað er mörg áritaspjöld? Já, við myndum sko, þetta er nefnilega að því að þú ætlar að gera þetta almennilega, það þarf að hafa, þú ætlar að fara eftir einhverju formúlu. Já, sko, ég þarf að búna til, sko. En ekki að prenta þetta, ég ræsi bara á Dauðarusli. Nei, þú veist, ég sé fyrir mér ég sé fyrir mér kannski 500 árituð og alls konar, þetta er upplag, þetta er bara seri. Það er ekkert eðilega, Steindi fær bara góður hugmyndu, ekki fengið eina slæma. Ég elskar þegar þú heldur áfram að trolla. Ég ætla að fara í þetta, ég ætla að reyna að fara í þetta, þannig að ég hvað ég var að segja, september? Nei, þetta er jólakoncept, þetta er bara ég þarf að finna eitthvað, maður þarf náttúrulega að finna vesmiði og skrifa þetta. Já, ég er búin að finna dauðin. Eitt enn ætlar að hann þetta og svona, ég þarf að fara í þetta mál. Gera þetta alveg, þetta verður professional shit. Akkurat, þetta verður gaman með þess. Við fylgjumst vel með þessu, en ég er að spá að byrja þetta bara vel hart í þetta drengir. Þetta er eina af okkar bestu hérna. Þeir hafa komið til landsins þessi snillingar. Þetta Bush? Nei. Þetta lag áður í FN95 blöð, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, rándýrt lag. Já, þetta er svakalegt. Ég held að þetta sé svo plata sem ég hlusta mest á. Nei, það er Pottet, Bad og Thriller. Þetta er svona þriðja mest, Nevermind reyndar. Þetta er eina af topp 5 mest hlustuðu plötum sem að blöð hefur átt. Það er rosalegt. Destruction. Já. Þá varst á króknum og Þá var ég á króknum. Já. Og dyrkaði Guns og gera henn, vist ekki að gera. og rauðum Hyundai Coupe. Nei, þegar ég er að hlusta á þessa plötu endalaust ári í svona 10 ára. Varst ekki að blasta Enter the Woo eða? Enter the Woo, hvað er það? Bara fyrsta plata með Wu-Tang. Ég veist ekki eins og hvað þetta er. Veistu þú þetta? Ég er svolítið svo Þú varst ekki skjön við okkur. Mér það hann er svo miklu yngri. Já, hann er náttúrulega 15 ára yngri en við sko. Það er náttúrulega einn besta plata bara sem við gerðum verið. Klassísk. Hvað er þetta? 4 ára yngri en við? Já, ég meina auðvitað var Guns og allt þetta. Þetta var Michael Jackson ekki the shit í Mosó á mínu tíma. Hvernig gengur að plana Big 40?
Ég hef ekkert pælt í Nei, kemur óvart, ég glóðar Ég var spyrja saman spurningu eftir 6 mánuði og það verður sama svar Ég hætti að vinna með þér og heldur ekki með Það mun skýta Það í desember, drengir Það er mars 15. mars, þetta fljótalega Á ég að fara að plana upp á Já, ég meina, þú veist, fólk making plans Nei, þetta ekki í desember, það allir heima Fólk farið að bóka hérna utlandsferðir Ástæðan fyrir ég sendi ykkur alltaf með góðum fyrirvara að því að fólk að gera eitthvað í júli Það erfiðast ekki ammali í júli Og þú ert líka kollrugglaður þegar kemur að ammali Ég heyri regla núna að tala við clients hvað það var að gera, ég endur að spáða fyrir út jólin hvert, fólki fara að plana fríið sitt Þetta er 9. des, hann er safe Treystu mér ef einhver veit að það líklega fólk er meira út þarna yfir jólin Það er eitthvað fólki í Flórída þegar ég á ammali þá er það allt í læs Fara að spá í þessu Við ætlum að fara í slúðurpakka dagsins og það er erlend slúður núna við þurfum að taka það fram því að íslenska slúðrið mætti eftir í FN95 blöð mikillar ánægum Varstu með Turbomen-strákin? Nei, ég var ekki með hann en ég með mann sem að tengist Turbomen Doll því að þetta er fyrir þig Danny DeVito, hann var í viðtalið núna að það sem að hann tengist ekki Turbomen-stráknum? Nei, leiðuðu mér að klára Grípa frammi fyrir Já, það er bara þú kannt ekki að hlustast Erlend slúður Já, leiðuðu mér að klára þá heyrur þú hvernig það tengist Hann var að segja í viðtalinu hann Danny DeVito að hann og Arnold Schwarzenegger sem að tengist Turbomen Doll Þeir vilja að reunite og gera eitthvað aftur saman Þeir voru saman á Óskarsverðunarhátíðinni en hann var spurður hvort það ætti ekki bara að henda í Twins 2 og hann sagði it's not gonna be Twins 2 en það er eitthvað handrit sem þeir eru að lesa sem að þeir eru báðir mjög hrifnir af og Danny DeVito vill meina að hann og Arnold Schwarzenegger muni leika saman í bíómynd á þessu eða næsta ári Það var rosalega comeback Það var rosalega Það var eitthvað, ég sá klippuna þeim á Óskarsverðunarhátíðinni það var eitthvað fallegt að sjá þá saman aftur að skjóta Michael Keaton eitthvað Óskarinn var vist bara nokkuð skemmtilegur í ár Við erum búin að rakka niður síðust árin Það var ekki gaman Það var skárra víst allavega Var ekki gaman að fá aksjónmynd með þeim? Ég held að myndi maður ekki alltaf vera í bíó eða var í Danny DeVito 100% Svo er þetta að fyndi maður að skoða munið þegar við vorum hérna með blökastíði mynd og þú varst með Twins í kvikmynda Þeir voru eitthvað full neikvæðar með þegar þú sýndir okkur trailerinn bara, þetta er einhverju vesti trailer sem ég sé trailer í dag eru betri en trailer hann fyrir 40 árum síðan Það eru sjáðu veðru úti Það komið gattur Þetta er ástæð við ekki með King of War í dag Þetta er ógeðslegt Það er svolítið í það Snjóa það bara stormur Þetta er hrikalegt Áfram með slúri Það er bara að hafa það Næsta er nennu við eitthvað að fara af því að alveg saman, ég fer á svo marga slúður síður Ég er búin að það er ástæðan fyrir ég er búin að vera með geggja slúður upp á síkast ég er búin með fleiri síður en það er einhvern veginn allir að tala Katrínu Princess of Wales og það er eitthvað það veit enginn hvað hún er og hún hefur ekkert komið fram hafið ekki tilst með þessu ég sé eitthvað svona, ég sé headlines það sé eitthvað vesen, en ég hef ekki nefnt að setja minni þannig að hvað er með skýrslu, takk skýrslan er, það veit enginn neitt og ég veit ekki eins og hvernig skýrsla mín á að vera ég ætlaði bara að spyrja ykkur aðeins út í þetta að hún fór vist í einhver aðgerð á spítala og hefur ekki sést í marga mánuði og það veit enginn hvað hún er og the royal family þau eru aldrei, setja alltaf út svona, þannig að allir vita allt þau og svona, og það er í gangi en þau hafa ekki sett neitt og svo var sett einhver mynd af henni og þú ert að byggast afsökun á því að það er búið að vinna myndina og svo myndin núna á Instagram og það stendur undir henni, þetta er ekki alvöru mynd og þetta er allt einhvern veginn gefa út hvað er að frétta af hún gaf út afsökunarsveinu í kjölfa þess að stærstu fréttar veitur heim stróðu tilbaka myndaðin og börnum hennar fyrir þetta var myndir sem var sett út I leave the kids það var bara eiga við hana þetta var ekkert hún og börnin þetta var bara Photoshop ég hef ekkert gert þetta í Paint þetta er leilasta Photoshop sem ég séð hann hefði ekki efna betri Photoshop hún er að reyna að segja þarna bara hún er bara komin heim og fesk með þessari mynd þetta er allt stór fyrirlegt ef ég væri núna að detective þá myndi ég strax spyrja þig hvernig aðgerð var þetta það veit það enginn það veit enginn af hverjum fór inn á spítala hún fer bara á spítala og nú hún horfin nánast það sé svolítið skrítið alls saman það sé bara
sem búið að drepa hana, heldur það? Nei, oi Ég veit ekki, maður svo ekki í að því Nei, það er bara, veist, svo fer alltaf allt í gangi Svo kannski Það var bara búið að tilkynna það þá Já, hvað þau drepið hana? Nei, ég er að segja, ef þetta hefði verið einhver lífshættulega aðgerð sko Já, þetta er allt mjög skrítið og Nei. já, ég veit svo sem ekki neitt og það veit engin neitt, það var basically slúðrið og svo Og líka, veist, við vinnum á FM, þannig að fólk má taka það svona hlustar á þetta slúður Mér finnst eins og þú hefði nú getað ringt á spítalan sko og spurt svona út í þetta sagst vera Við getum bara líka hringt, kannski bara hringjum þetta helgi og spörum hvernig staðan er Já, bara hringja beint í bögg Stenda, bara hringja oftar Já, ég meina þú veist Það var endur einn pæling hjá okkur, Steinda líka því að við ætlum að fara að ringja og tjekka á liði með hvort að fólk verið veikt á Ítalíu Tjekka á þessi leiðinni. Bandaríkjunum. Já, en heldur þau til dæmis að þú ert í Breitlandi getur þú farið bara inn á já.is þar Já, Haldið að sé símanúmer bara svona ekkert það öll, ekki? skilur en þú veist, ég held þú getur alveg fengið þú getur ekki fengið númerið að bjöka tóra þar, sko en þú getur fengið Ég spyr þig bara í númer í bjöku það er bara hálf Bestu vinir, rétt sko. en þú getur fengið, þú veist, númerið hjá mörgum mörglega, er það ekki, eða ringja bara En fyrir þú segir þetta svo fyrirtæki í dag Nú veist þú, þetta er að breytast Þú fyrir okkur hringir í þig Þú fyrir já.is, það er svona 12% líkur að númeri komið upp þar sko Og eftir svona 5 ár er ekkert númer í já.is sko Það er máli Já, ég held að því sko, ég meina, hvað færðu fyrir að skrá númerið þetta á jábúndurís? Færðu inn eitthvað? Áreiti Nei, ég meina ef að fólk vil ná á þér þá getur það hringt í þig á hverju heldur þetta sé Það er góða punktur í öflöðu sko Nei, já, en af hverju veit að okkur fólk sé að ringi þig? Nei, það er kannski Ég vil alls ekki, sko. Það er kannski eitthvað sem þarf að ná á þér Það er tveir sem hringir með það, þú og Sverri Bergman Það er alls ekki Ég elska, ég mun sko Ertu reppa þessa síðu skráður, stendur bara Stendur og róa Nei, ég er ekki skráður, en ég Hann er reppa alltaf frægur fyrir það, sagði mér hann den Ég reppa þessa síðu Það er til deg, sko, ég meina ef jábúndurís myndi til með hætta, hvað ég við þá að gera? Við getum ekki ringt klefa Engar niðurstöður fundist fyrir stendur og róar Já, við getum ekki En ringt klefa pappiðin, er hann ekki eins og hann? Já, pappi minn tekur oft símtöl fyrir mig Það er blöndur að það ekki heldur skráður Akkur er ekki skráður Hann mistök Ha? Hann var vittlust númer þarna, ég þarf að henda mér hann inn Er það ekki? Þetta var slúðupakki dagsins, ég ætla nú að vera með lengra slúður Hvað það slappur Þetta var slappast En áður slúðstöðleikur og talandi líka Var ekki líka sín okkar, við veitum að sín Voru það ekki að kaupa já.is eða? Við getum mögulega verið fired núna sko Ég ætla ekki að leðilega Já.is er frábær Ég gerði ekki besta annað síða sem ég að veit um. pappa Ég meina við varum bara atvinnlausir Það var einn maður inni sem var að rakka niður Já.is Það var Steinþór Það er gott að fólk viti það hérna á fjórðu hæðinni Steinþór veist að það er Þetta er held ég, já, einn stærsta popstjarna heims í dag, Dua Lipa Minnur held ég bara öll velun sem hægt er að vinna og já, eins og ég segi, held ég bara stærsta, er hún ekki svo stærsta þetta? Dua Lipa? Já, ekki, hún er ekki En drengi, það er strax búið að pakka okkur saman Sérstaklega þér Steindi, þetta var svolítið þú Við vorum bara að útskýra fyrir þér að þetta eru veikindi alls þær í heiminum En Anna Lilja, hún var ekkert lengi að senda okkur hérna Er þið eitthvað rugglaður með gubbupestina Því að þú þarft ekki annað en að googla Þá kemur bara gastroenteritis Also referred as stomach flu Is inflation of the stomach and intestinal lining Which can cause diarrhea and vomiting It's caused by a virus or a bacteria Þetta er bara nákvæmlega eins og hérna í Íslandi Og svo er þetta líka í children Og þá er ofta rotavirus more involved Þannig að auðvitað fólk með gubbupest Og flensu alls þær Þetta er vist að vera KO KO Smekklega sko Það sem ég var nú alveg að tala um bara Þú ert eitthvað stað bara á tenni Þú kemur Spánveri og heyri Þú veist Ég skil ekki hvað það tala Ælandi Spánverja sko Nei, hefur þessi ælandi Íslanding fyrir utan fjölskyldina? Já Hver? Ælandi Íslanding? Já Ég bara Það er líka því þú býrði hérna Nei, ég er að segja Það er oftast bara áfengistengt Nei, það er alltaf lið bara Það er ekki niður í bæ núna ælandi þegar það eru túristaðar sko. Fólk fær nefnilega Málega það Þetta skiptist í tvent sko Ég get ekki farið í svömmur Nei, ég segja helmingurinn í Íslands stúður Já, ég segja helmingurinn ælir á nóttinni Byrjar þar og svömi byrja æla á daginn sko Sem ég hef ekki lendið í sko Skemmtilegt, en við ætlum að fara í Íslands slúður Og hvað er þetta með hatt okkur? Þú varst með Þú varst eitthvað stressaður þegar ég sagði þér að Eyþór Ingi var að koma í þáttinn Hann er í slúðunu Málega að þú sagðir okkur ekki frá því Nei, ég bara gleymdi sko. Í rauninni segir okkur aldrei frá gestum Og það er sko Það er alltaf gaman, við tillum okkur niður og komum veit hver er að koma í spjall Já, það er mjög skemmtilegt En það hittir svo sem bara að koma óvart Hann er hlakkvart í íslensku slúður En ég held að það máli Ég held að þessi meistari hafi þykkt bak Já, ég ætla ekki bara að spyrja hann og eftir hvort það er eitthvað til í þessu Ef þetta er neikvægt slúður Kannski þetta er jákvægt En ef þetta er neikvægt þá held ég að hann takja á kassan sko Er þetta neikvægt eða? Nei Ok, hvað ertu með? Herðu Og ég byrjaði bara á Eyþór Inga Ekki? Já,
Það er stóri mólinn. Herðu, velkomin í Íslands Dúbudrengir. Takk fyrir það. Og hann var sem sagt í hestaferð núna fyrir stuttu með strákunum. Bara núna í mass. Já, þið tóku Laxnes og tóku reiðtúr dalinn. Allir helstu mættir. Matti Matt og Friðrik Ómar og Dagur Sig og allir hinnir og bransan. Og þetta var svona stemningsreiðtúr sko, og þeir fóru í Lautu. Lautu? Hvað, frá Akureyri eða? Segir maður Lautu? Það er bara sá að stóra þetta. Fóðinu Lautu? Þeir stoppuðu í Nesti. Nesti? Nesti? Ég segi bara Nesti. Hvað breyttur bara allinu hreim? Hafið þið séð vídeo af konu sem endi ykkur slísi og vaknaði með kínverskan hreim? Hafið ekki séð þetta? Sama gerist með þig bara núna, veitir sekundu síðan. Nú breytist í Akureyring. Herru, já, Eyþór. Já, við þurfum aðeins að, strákar, hvað er að gerast þetta? Ertu eitthvað að reyna að draga úr þessu að því hann að koma? Nei, ég er alls ekki. En að vita þetta er að þú farið sem móla að senda. Auðvitað. Það vita náttúrulega allir að hann býr þetta til. Út af miðla slúðri. Segðu þetta bara. Það er að grown man. Ég vissi bara ekki hvar ég var þetta. Herru, já, Eyþór. Við hestaferð. Já, þeir voru komnir í Nesti. Og bara búin að vera í góðum túr og búin að skoða og hann fekk svona eldri hestan Eyþór og var búin að sem eldi hina hestana. Hann var með svona aftastur og svo stoppaðir og fara í Nesti og Eyþór var með flatkökur og með hangikjöti. Hann hætti að tala um Nesti, hvað gerðist? Ég sko og Matti var með skonsur og Friðrik var með snúð með glassúri og Dagur var með Seriós og þetta var bara svona Nesti. Það voru allir með Nestisbox. Það er öllum saman. Hvað drukkuðu með Nestinu? Þeir voru með pela. Ég veit alveg hvað þetta gerast. Þú varst eitthvað feiminn með að segja þetta því hann er að koma. Hvað gerði þetta? Stalling. Þá spurði Eyþór. Hvað er slúðrið? Þá spurði Eyþór strákana hvað elsti konnin þeirra var í gamall. Elsti konnin? Já, konnin. Það er smokkur. Hvað elsti smokkur þeirra í gamall? Akkur konnin. Ég skil ekki. Konni? Þú kallaði konni. Eyþór kallar þetta konna. Hver kallaði Markmann konna? Markmann? Ég skil ekki. Ég hef það ennþá. Ég skil ekki neitt. Ég er ekki byrjað. Ég er að segja ykkur þetta. Konni er smokkur. Konni smokkur og hann var að spyrja bara hvað þeir ættu, hvað er elsti smokkurinn ykkar? Skilur við? Já. Og Matti sagði bara hvað hafið ég ekki maður? Þú veist, við varum ekki eins og veist hvort það er eigin sko. Eigin? Ég á ekki smokk. Sagði Eyþór. Býttu eftir að segja mér að þið viti ekki hvað elsti konnin ykkar er. Hvað hann er gamall, hvað í anskotanum. Hann sagði þetta sko. Hvað er þið búin að hann skildi þetta ekki. Og þá er það basically að Eyþór, hann er búin að eiga konna sem er frá árinu 1994 í veskinu. Og það er komið óopnaðan konna. Já, og það sem þeir vissi ekki er að hann heldur upp á hann er búin að vera geiman, hefi lengi og búin að eiga hann síðan, hann var alltaf að segja þú veist, hann var að sína hann, ég er búin að eiga hennar síðan 94, hann er jafn gamall á Pulp Fiction, sagði hann alltaf, jafn gamall á Pulp Fiction, hann var að segja það og þeir voru bara að byrja, hvað? Nei, má ég sjá þetta og voru eitthvað svona takan og svona, og Matti opnar smokkin og blæs hann upp og er að fíblast eitthvað með hann þá bilast okkar maður hann bilast, þetta var elsti konni minn þetta var elsti konni minn og þá var hann búin að vera geiman sko og var að sína, sjöru farið í veskinu, þú veist, það er svona smokka far í veskinu, hann er búin að eiga hann svo lengi að ef hann tekur hann út þá var farið í veskinu. Steindi er held ég að dröllastu núna Egill, en að gera mér eitthvað hann er að googla hvaða ár er Eyþór Ingi fættur, en hann fara aðeins svona Wikipedia hann er fættur 89. Var hann 5 ára þegar hann keypti hann smokk? Nei, betur ég fekk ég sko 94 þá var hann 5 ára já sko hann er 30 ára gammal smokkur þannig að Eyþór Ingi var að rífa niður þessu buksurnar 5 ára gammal þú vart aðeins að það er undan ætla það sé ekki svona 2000 og ég veit ekki hvað árgerð þetta var ég meina það er ekki 94 ég hef ekki að lesa vittlust úr ég er ekki alveg að skilja en þetta er 2004 þetta er elsti konni minn hann
sagði það alltaf sko. Og þeir voru bara, hvað að gerast maður? Þetta bara, ég kaupi bara nýjan. Ég kaupi bara pakka Durex eða eitthvað svona. Og þetta ekki það sann. Þetta ekki fór hann að brotna það niður sko. Fór að gráta og 5 ára með hann var að segja núna þetta var 2004 hann var 15 ára Editaði slúrið Ég sá ekki 2007 Hann búin að eiga mig lengi Skrítnasti slúðurpakki sem ég heist Já, en máli Það var í leikskóla með smokk En það sem er að gerast í dagstrákar það er ekki að skrítið þessu Þegar ég var 5 ára Þetta var elsti konni Þetta er elsti konni mér Það var alveg brjálæður yfir þessu Ok bara svo vitur að það er ekki svo skrítna Sjáðu veskið Það fara í veskinu Já, það er skrítið að ég smokkur út 5 ára En í slúðurinn á Steinda Því að Steindi fattaði ekki hvaða árger Eyþór Ingi Nei, hann er ekki að googla Nei, þá var hann búinn að vera með þetta í veskinu síðan 94 Þannig að Eyþór Ingi var 5 ára með smokk í veskinu síðan á leikskólanum Með leður veski 5 ára gammal í leikskólanum Hvað geymda veski bara hann er með svona hillu svo alltaf krakkarnir ekki það veski er bara það Þú ert að semja þess að fælið Þú verður að hugsa stundum Ég er ekki að grínast Ég fæ þetta send maður Mér farið ekki neitt Jó, ég er alltaf að segja ykkur Og ég er nokkuð vissum að sko kennararnir í skólan myndi setja ykkur út af 5 ára barnar með smokk Það er bara veski Það er símtal held ég á barnar Hann var í reiðtúr Þetta er bara gamall smokkur Já, var það síðan 2004? Já, 7 eða eitthvað svona En það koma eftir þessi meistari Við getum fengið þetta bara staðfinn Hvað kost var þetta? Það var 5 ára Eða var þetta 15 ára? Eðlilega erum við ekki að fara að tala við hann eitthvað slúður Hvað er ruglið þetta? En hann var slúður er þannig hjá þér Nú ætlum ég að reyna að ramma þetta Hann talar ekki við þá í dag Já, ok, þetta er búið svo langum móli Þetta er flóknasta slúður Þeir voru allir geggja skemmtilegt Þeir voru í reiðtúr, allir með sitt nesti En þú ert basically að reyna að segja okkur það Að Eyþór Ingi átti rosalega gamlan smokk í veskinu sem var samakvæmt á 94 Hjæstu upp á Og Matti tekur hann og blæs hann upp Og Eyþór Ingi brjálast Já, í fíblagang Það er slúðrið Já, blæs hann upp og var eitthvað svona og gera eitthvað svona, þú veist, með hann og jafnvel hann að setja hann yfir hausinn Var hann ennþá jafn Var hann þá jafn tegjalega alltaf þetta 30 ári Ég held að hann ekkert voru verri að lélegri Sko strafðar, ég fæ bara hann að móla sendan Það er bara í næsta pakka Það er ótrúlega 30 ári sem þótt að Matti sett hann yfir hausin á sig Það er mjög tegjalegur Já sko, það var alltaf með hann, samkvæmt þessu sko Mér stila meira skrítið að hann var með hann 5 ára í leðuveski í skólanum Það stendur þetta eitthvað 2010 Hvort er skrítnar að vera með veski eða vera með makkmann 5 ára Þetta er handskrifað, erfitt að lesa úr þessu Ég fæ þetta oft bara handskrifað Það er sendt til mín í brefum Eina af því bara stærstu skitum En hérna vil ég fá 94 Var hann ekki erfitt Það stóð sérstaklega Hann var jakkamót og Pulp Fiction Þannig að þetta var 94 Já, annarkvæmt Pulp Fiction eða Transformers 1 En máli er að Eyþór Ingi er ættaður frá Dalvík og úr Svarfaðardal og það er ruggla lið þarna á Dalvík sko. Þannig að ég tökur það niður í reikningin sko. Ég veit það nú ekki En eins og ég segi, hann er bara máli er þetta bara sapgripa fyrir hann og bara hann var brjálaður Já, hann var bara fúllot í strafana sko. Okay. Er ekki bara næsti máli? Þeir opna smokkin Já, okay. Hvað er næsti máli? Það getur ekki að topa þennan Það er okkar maður SH Siggi Löð Varstu ekki að hættu með hann? Var það ekki svona beðum? Það stendur henni bara Sko ég elska Sigga Löð En svo bara Sko ég sakna Sigga Löð hérna Svo svona á building Já, á bylginni Þið mættum alltaf í vinnuna Já, geggjaður á bylginni Siggi Löð var hérna Alltaf Lappa fram, hvað segir Siggi Löð? Það er góð, er það ekki? Svo nýr sko En hérna SH Það er bara Kalla hann bara SH núna? Ég fekk bara SH Ég veit ekki Það var sömu manneski og sagði að Eyþór Ingi var með smokk 5 ára Það lendi nýgur svindlar daginn SH sko Já, með meðan Old Trafford Trúður erlendis að svindla á hann tók hann 5M sko En þetta finnur ekki fyrir því sá mestari við 5M Það er samt reitt að tekja það 5M sko Byttu vola voru það dýri miðar og Old Trafford Nei, hann var búin að svindla svo mikið á hann En það er hérna Það er alvöru slúður Það er ekki eitthvað sem að Steindir að koma með Hann er að koma með eitthvað sem hann býtir sjálfur Ég er áhuga maður svindlar Eða uppbóldi mitt í svindlarar Þannig að getur ekki fengið Sigga Löð og fengið svona svindlara skýrslu frá Hvernig svindlaði sig gæja á honum Hvernig pakkaði hann saman, það er hann tilbaka Fá skýrslu Ég fekk sendum daginn að var komin hérna
fullt að liða að senda mér ákomin nýr steindi á Instagrami maður. Alltaf að poppa upp svona fake profile Facebook líka. Hvað er að breyta SH? Herðu, það er allt gott. Hann er bara geggjað. Allt upp á 10 stendur þetta. Sem er veist. Það finnst hann sér alltaf á lífi það núna í þessu slúri. Það er strax bæting. Allt upp á 10 bara. Bara með konna? Nei. Það er slúrið, það sé bara feskur. Já. Vá, fyrir slúrið. Ég ætla ekki að kalla það þunnamóla. Þú varst að rakka þér slúrið mitt á hann. Ég ætla ekki að segja að það verið þunnur sem móli höfðu núna. En ég nála því að segja það. Hann var það ekki, hann var fín. Hann var þinnur en ég á leiðinu heim frá AC. Nei, við erum að tala sko, það er allt algjörlega upp á 10. Gekkja. Þannig að þetta er. Var það mólin? Hæ? Já. Það sé allt upp á 10 hjá SH. Það er bara slúrið. Ok, ertu með eitthvað í lokinu? Já, ég er nú með það sko. En okkur er allt upp á 10, en ég búið svindla og taka honum 4-5 M. Hann vissi það ekkert. Já, þá er eðlilega fyrir utan. Gæði ekki kalla sig Phil Jones? En svo leikmannin. Phil Jones. Siggi Lúks af ekki, gæði Phil Jones, United maður. Sounds legit. Tók honum 5 M. Vitið af hverju drengir hérna, þið fáu svona svika posta á mailið. Veitu af hverju þetta er svona lélegi póstar, illa skrifaðir og stafn. Þá eru meiri líkur á. Já, ef þú svaraði þeim þá verða þeir betri og betri. Þá vita það bara, við erum með vittlýsing. Herðu, hérna Tommi Steindors. Okkar besti maður. Hann getur verið að lenda í vesinni. Það er að koma að lása á túborkjælun. Já. Það er ánur vesin sko. En hann er þetta máli, ég er sko ekki vannmeta Tomma. Ég held að hann kemur bara með klippurðinn. He will crack the code. Það er bara, hann hugsaði lausnum. Hvað er að frétta Tomma? Það er eitthvað skrítin sjúkdómur sem er að Steindi, það má ekki alltaf vera eitthvað menn veikir og að deyja Málega það. Hvernig sjúkdómur er með? Málega það, hann var á Dillon bara eiga glaðan dag. Og Dillon? Já. Það er þá til að? Er það ekki? Ég veit það ekki. Já, það held ég. Það held ég. Slúður. Það stendur um að klára. Ég fekk þetta að segja. Ég er að tefja þetta með að tala alltaf. Já, hann fer og ég segist þetta á klósetti bara og hérna og til að pissa og hann byrjar að pissa og pissa og pissa og það stoppar ekki hann stoppar ekki og hann fer að reyna að teygja sig tilbaka og banki hurðina og er bara, bara gæs, reyna að tala við strákana því að bara ofta er búið með 8, 9, 10 bjóra eins og Tommi tekur þá þetta bara stoppaði ekki það var bara endalust og hann var búin að vera bara í ykkur að ég veit ekki bara af því að það heyrði enginn svo mikið læti það var nýtt rockband að spila fyrir fyrsta gig og það var hitti og hann var að banka fulla hann var að kalla í félagana og var að lemja bara strákar þið verður, þú veist þetta voru, svo fóru þeir eftir svona 50-60 mínútur kannski þá voru þeir að hugsa bara, hann er bara farinn hann hefur bara farið heim og beila og voru fullur eitthvað svo fer vinur hans inn og heyrir í honum öskra þá er hann bara ennþá að míga bara í klukkutíma og það bara stoppar ekki þá er þetta að fara að keyrast á bara og það bara stoppar ekki og það er ennþá núna nú er bara verið að reyna að stoppa þetta á einhvern hátt já þú veist að vera að reyna að setja eitthvað í þetta brenna fyrir Kom og líga margar það er alltaf búið að hæja miklu meira á þessu því að með læknisjálf er búið að hæja á þessu en það er að þið taka frá þá kemur þetta bara í sama krafti sem er ógeðslega steikt sko never ending blöður hvað er þessu stór blaður þetta er farið að vinna á líkamsvatn þetta tengist ekki beint blöðurinni þetta er löngu farið að vinna á bara þegar hann er basically liggur bara með vatn í æð og það fer eiginlega bara í gegn og hann er bara það að vera þú veist þetta hann er bara fann að sko hvenær fór hann á Dillon? Síðustu viku búin í viku migandi nefnst já, sko, hann alltaf bara er góður, hann er komin undir læknisendur eina góða er að hann fer ekki kælinu með hann þetta var óvenju fullur kælinu ég hitt hann hérna á hann var ekki mýgandi þetta er skrítið maður já, þetta er mjög skrítið allt saman þetta var slúðupakki dagsins frá Steinda óvenju góður, þetta er bara steiktasti slúðupakki sem ég hitt á það er samt ég gaman að 5 ára krakki sem með þess markmann já, svo bara var slúður að sigga hlöðliðu vel og hérna Tommi er búin að vera mýgandi í viku þetta er skrítið
Þetta er þeirra að hlusta hér á FM 95 á FM 957 og drengir eftir þessa geimasýru sem var í gangi hérna án í íslensku slúðri við ákveða að fara í virtasta lið FM 95 og eini liðinu þar sem fólk lærir eitthvað það er sturla staðrindir. Já, það er að byggja að sýta á hakanum hans í lengi, það er langt sinni þýtt þetta. Já, geta íspyrnir verið með lepp? Já, sko, sturla staðrindum íspyrnir, þeir eru allir örfendir. Já, og það er bara amazing. Já, það er sturla staðrind, hún er gömul en ekki eina af þeim sem ég ætla að lesa í dag. Eru tilbúinir, drengir? Við erum með sínir dill og vera bara mjög opið og gengur mjög vel og ég beð afsökunar og spurt á hann hvort það verði þá opið. Já, ég er að gatið mér í þetta, þannig að það sé bara komið á hreint. Ég meina, Dillon var aldrei á þínu brúndi þegar þú varst nýr í bæ. Ég hef alveg farið á Dillon. Já, ég líka, en hann vil teknotónist. Það er langt síðan, ég náttúrulega er sjálfgjafur í bænum. Já, þú er líka hættur að draga. Nei, ég er hættur að vera þunnur. Herru, en hvernig er hérna Já, maður er bara þreyttur núna. Hvernig er staðan á hérna er hrossaskítur? Já, það er eitt hrossaskítur þannig að þið og hlustendur þurfa að reyna að spotta hann. Nú er líka með, nú erum ekki veistla. Ef það kemur eitthvað ágreiningsatriðina með Sturlaðar, nýji bestu vinur minn AI, það er ekki spurt núna öllu. Ég hef blöð hendur ykkur fram núna. Ég hef spurt. Ég held að Steindi bara svona síðustu 5 ár hefur að reynda að fact-checka svona 500 sinnum og alltaf fengið þið andliti. Já, þú ert búin að vera með þetta accurate alveg frá byrjun, sko. Thank you. Er þið ready? Já. Hlustendur tilbúinir, allir ready. Þá byrjum við Karlsmenn. Já, byrjum við núna. Nei, ég ætla að fara hérna, þessi leið. Já, þetta er fyrir þig, Egil. Stallone og konan hans skildu ég held ég að fjallaði þetta í slúðröðinu á sínum tíma. Sylvester Stallone. Danska? Nei. Hann er bara að skilja nokkuð sem náttúrulega, hann er sexy-ærikt. Já, ein af, ok, allavega, ég veit ekki hvað konans. Þau skildu því að hann keypti hund og hún vildi ekki hundin. Og það leiddi til skilnaðar. Hund og hundinum? Já, og hann flúraði hundin yfir flúrið af fyrirvændi eiginkonu sinni. Svona. Er það ekki Brigitte Nielsen? Nei. Það var eitthvað eftir Dani. Já. Hvernig er þetta að skilja út af hund? En hvernig finnst ykkur það skotið? Það var skilnað sem fór í abaskít hjá Sly og Brigitte Nielsen á sín tíma. Það var svona hostile skilnaður eins og flestir eru þess. Ég vilt eru skilnaði sem skildu mér í góðu. Það er bara kæft að þetta manjur. Fólk hefur náttúrulega skilja í góðu. Hann kom með skot á hana í Tango and Cash. Þegar var að spyrja do you wanna have a coffee and a Danish? But I hate Danish. Hann kom með skot á. Já, því hún var dönsk. Já. Sem ég elskar að mennur taka personal beef inn í bíómynd. Og þeir eru líka bara, það gerist líka Tango hérna í Twins. Arnold tekur plakatið á hérna Rambo og niðurlæði Sly fyrir litla handleikið þar, menn ekki því. Já, ég man eftir, þú sýndir okkur það í blöggastinu. Ég sko, ég er ennþá náttum á því bara einn hundur getur rústað þessu. Ok, það er næsta. Já, það hefur eitthvað meira að líða bak. Þetta hefur verið alveg hundur. Hvað átti hann Sly margar? How many wives had Sly Stallone? Ég nenni ekki að vera með stjórnlega stærnir. Það er alltaf að heyra ég bara. Þú getur haldið áfram, ég ræði bara við. Augunni minka þegar þú öskrar. Stjórnlega stærnind. Það er því andlitið náttúrulega 3 eiginkonur. Það er rosalegt sko, ekki allan á við bara 3 times. Augunni þau minka þegar þú öskrar. Næsta, fólk sem sefur í sokkum fær oftar martraðar heldur en annar fólk. Hver sefur í sokkum? Rikki ekki. Já, hvað, valdist það að sparkunum á rúminu? Já, fyrir utan, ég held að sé mikið, þú fær með mikið að siklum upp í rúm þegar þú ert í sokkunum í rúminu. Kannski fyrir henni nýja sokkum? Ég bara, ef ég væri gælla og Rikki myndi segja, nú er að fara á bak, drulla úr sokkunum. Já, fyrsta sem ég segja þið bara, í kvelli. Akkurat, en þú farið það fleiri martraðir ef þú sefur í sokkum. Svín geta ekki hort upp. Það er stjórnlega staðrind. Björn bara ekkert að staðfist þetta. Ég mætti svín áhuga með á landsins. Það er aldrei sér ský. Jójóið. Jó, ef þú liftir þeim upp, þú myndir lifta svínu sínt í skíið sko. Það er góða punktur. Ef það lappar upp rennibraut hálfa leið, stoppar þar. Ég held að svín geta þessi skíin sko. Já, ég skeita hans, við þurfum ekki að fara. Það bara get ekki hort upp. Það er bara ekki með háls. Nei, það er ekki hálsinni. Þetta er skriðindýr. En þú getur liftum og sínt skíin. Það eru klárdýr. Já, jú, þau eru heldur klár. Svín eru mjög gáðið. Jójóið var hannað sem vopn en ekki leikfang. Stjórnlega staðrind. Já, ég skil það alveg. Hvað rugglaða lið. Hvernig vopn? Þetta er bara eins og nunchucks.
Nunchucks ekki leikfang. Var það ekki einhverju törlesmynd bara vandalega? Var ekki einhver sem tók bara Ég er bara með, svo stendir núna hana menn ég neglu sér andlitið á honum og sem skýsta til mér aftur. Já, ég meina Bjarni Töframæður tók eins og næst ég voru mér auga þegar við vorum í Strákunum og ég var að fara að halda upp ammælið mitt og ég var með ammælið mitt á Hverfisbarnum með lepp. Hvað gerði kongurinn þar? Hann var að sína mér eitthvað jójó og fór í auga á mér. Það? Nei, herðu, ég get ekki hent tólmyndir út hann let mig bara hafa jójó, ég gerði þetta sjálfur. Ég vann jójókeppni í Mosó og fór í úrslitin í Kringlunni maður. Tók F-feltur, ég get tekið F-feltur þinn vögguna og láta hundin býta. En ekki Palli Jójó enda kongurinn í Jójó bara svo Íslandi? Það ekki það sem toppar hann. Málið það, þegar Palli Jójó kom í talentið og var með sitt Jójó, þetta var ekki svo þetta var í gamla dag. Það er eitthvað allt annað level. Í gamla dag var þetta bara oft tekið, skilu hendi út og svona. Þetta var ekki, já, þetta er ekki að líka svo saman. Gæst láttu hundin labba? Já, ég gæt það. Já, sko, Palli á heimsmæli hvað Já, ég veit, það bara menn ekkert alltaf hundin labbi í dag. Það heyri Palla á tækifæri. Já, ég þarf að fá Palla. Er hann ennþá með the touch? Næstu veislu. Ég pottið, hann aldrei að fara hætti með jójó. Hann alltaf með jójó á sér. 56% foreldra viðurkenna að eiga uppáhaldsbarn. Þá er ég að tala þá foreldra sem eiga að fleiri en eitt barn. Það er rosa uppáhaldsbarn. Já, en það svissar á milli. Já, ok, þá er það ekkert uppáhalds eða svissar á milli. Já, þá er það ekki uppáhalds. Jú, það bara time of the week á ég uppáhaldsbarn. Allir foreldrar eiga það. Annar barn er kannski bara með djöð stæla innan viku og svo er það gegja næstu og það vikslast. Það er þannig. Já, þú ert að tala um að Já, viltu meina þarna er bara þetta er bara uppáhaldskrakki. Já, það er ég ekki með. Það verður viðkynna. Nei. En þið? Ég ætla með einn rosalega krefjandi. Þú ert basically að segja okkur að Eva er uppáhaldsbarnið þitt. Þú veist, með því ekki hafa fyrir Evu, sko, ekki eina sekundu. Það er þessi krakki of all time sem það ekki bara the devil eftir, sko. Þannig að hann geti hlustað á þetta okkur ár. Það passa hvað ég segi, sko. En ég glöndi í vesinu, sko. Já, menn hann geti fengið þessa klippu senda eftir 5 ár. Já, þá bara þarf hann að hugsa sín gang. Já, það ekki. Aðstofafólk Michael Jackson, þetta vissi en þetta var á síðu sem ég var að lesa. Aðstofafólk Michael Jackson á sínu tíma fekk stundum fólk leigðu leikara til þess að vera í maturverslun, létu loka maturverslunni svo að Michael Jackson geti lappað verslunina og vestlað í matinn og ímynda sér hvernig það væri að vera í maturverslun. Betur vissi hann að það var allt actors? Já, hann vissi það. Það var ekki eðlilega bilaður, sko. Ég er gaman að það, sko. Þetta kom hann á óvart, segja bara, hörðu, bara Michael, fara bara inn hérna, það er enginn að spá í þér. Það myndi aldrei koma. Það hefur verið rosalegt, sko. Já, þá bara paparazzi er eftir og það verður aldrei leitið að frægur þetta og hann var, sko. Þetta eru Beatlarnir, Elvis og Michael Jackson. En Beatlarnir voru ekki að leigja maturubúð til að fá vesla. Nei. Það geti ekki til sér á pub, tekið leikinn, fengið sér lightbjór, panta sér vangi og slakað á. Nei, hann gæti það ekki. Pæli, hvað er mikið, svo veist, mannskemmandi koncept að vera svo heimsfrægur? Já, mér svona síndist á andlitin á hann, þetta færi svolítið í hann, sko. Þú veist. En hann gæti á móti fengið fullt að liði bara tissin í leikinn. Bara verið. Já, en stundu viltu bara mæta okkur, skýta okkur, tillaði niður, segja við barþjóðan, getið fengið eitt bjór, takk, hort á leikinn. Og líka svo eins og með Steindi Junior, og það frægasti maður Íslands og þið báður, þið getur samt farið á bar á tenni og verið í friði, ok, kannski ekki tenni Íslandika þar, ok, eitthvað annað dæmi. Philip segja, þið getur tilt ykkur þar niður á bar, fengið ykkur að beer. Ég get sest bara í keiluöllun, horta á NFL og Michael Jackson er heimsfrægur hvert sem hann fer, every shithole in the world er alltaf eitthvað gæði sem bara, hey, bletsu má ég færa selfie eða? Já, en þetta var, ég veit ekki, þetta er samt svo góða punktur. Þetta er all leikarar eitthvað, þetta er skrítið, það voru að lappa búðin og vesla. Það var galið. Síðasta þingri karlmenn endast lengur í rúminu heldur en granni karlmenn í kynlífi. Takk. Sturlu saman. Já, það stendur ég. Nú spyrir þér engir hvað það er svo að kæfta þér. Ég ætla að segja að hafa verið með eitthvað skríti grínarna og hendi þingri kallmenn endast lengur. Næ, hvað segir þú? Sko, maður er alltaf augljós, sko, blöður það góður í þessi dag, sko, það er alltaf augljóst með þungu gæðarna, sko. En ég sé okkur léttari gæð með verið stamínu en þingri, ég er álur veisinn með hvað ætlar að kalla hana? Ég kallaði það. Það? Já. Þetta var augljóst. Ok, hvað segir þú? Bara pass. Kæftaði pass. Ég bara panikaði. Já, kæftaði var augunni minga getur raskast. Bjóð það til. Það enda hljóma þessu algjört kæfta. Hvað sagði þið það? Jesus, maður. Við ætlum í auglýsingar. Svo er okkar besta Jóna Guðrún mætt hér og föstudagslægið hér strax eftir auglýsingar. Ekki missa því.
Hendið þeirra hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 Miley Cyrus með Flowers hér og já, við erum komnir með rándýran gest og Egill, sönguna sem hérna hjá okkur, hún ekki betur en Miley Cyrus? Best söngur í heimi. Í heiminu segir Þeir eru svo krútlegir. Egill og já, ég held að flestir eru búin átt að segja því að það er hún Jóhanna Guðrún sem situr hérna hjá okkur eins og síðustu föstudaga og hvað, það eru 3 föstudagar eftir fram að mamma þarf að djamma og miðasala þar í fullum gangi á tix.is og það er lag sem að fær mesta hlustun á Spotify verður tekið á gigginu. Við erum að fyrir 4. lagið. Já, ég hef heitt hvaða lag það er, þannig að þetta gæti orðið vinner sko. Já, þetta ég allavega hlakka til að heyra. Já. Sko, við erum búin að... Þetta er 13. apríl, þannig að akkúrat á morgun 4 vikur slétt. Yes. Veistla. Við erum að tala þetta byrjaði á Zombie, svo var það Run, svo With Arms Wide Open og núna fengu Instagram fylgjendur Jóhanna Guðrúnar að velja lagið og hvaða lag var það sem kom oftast? Það var lagið Halo með Beyoncé. Það er líka, það er rándýrt lag. Þetta er rándýrt lag. Rosalegt lag. Það hrósa ég your fans, þetta er geggjað val. Já, þau vita alveg hvað þau syngja sko. Já, þetta er eitthvað sem Egill hefði sennilega bara valið. Já, Run, Halo, þetta er akkurat svona, þetta er shit hvað þetta er vel valið. Þú ættir eiginlega að fara núna og tjekka á stóra seríu, fyrstu seríu. Þá söng ég þetta lag. Já, það var hrikalegt. Af því við lofuðum sko að maður þyrfti að syngja eins vel og maður getur. Af því að oft er að fara í karaoke, þá er svona að þú reynir að vera fyndin og byrjar að öskra og eitthvað svona. En þarna við áttum bara að syngja eins vel og við gátum og mátti ekkert fara í eitthvað fíblaskap. Steinda leið svo illa að hann endaði fíblaskap. Þetta er svo erfitt lag og ég kann ekki að syngja. Ímyndaðu þetta. Nei, þetta er svona vocal chops lag, þú veist, það eru slaufur og alls konar dæmi og það er svolítið erfitt að feika sig í gegnum það. Já, það er ekki hægt. Prófa þetta núna, takk fyrir Halo. Hvernig var þetta upp í fyrsta línan? Remember those walls I built Baby they're tumbling down. Remember those walls I built. Hörðu þetta Jóhann að hlæja. Þetta var furðu gott. Þetta var viðbjóður. Þetta var betri. Málið það, sko, að Jóhann er betri. Málið það, þetta lag er alltaf geggjað en Super Bowl flutningurinn á svo lagi þegar hún var með Super Bowl, halftime show var störtla. Hún er náttúrulega the queen. Já, hún er geggjuð, sko. Hún er geggjuð. Hvað er þetta lag? Þetta er Jay-Z. Ok. Okkar besta mannaður. Ég held þetta væri mannin hennar vegna þess að hún á að vera að hafa sem sagt, hún var að koma úr einhverju slæmu sambandi, þannig að fyrstu línurnar Remember those walls I built, well baby they're tumbling down. Ok, þetta er okkar besta mann. Hún var eitthvað brend eftir fyrra samband og þetta í rauninni fjallar að hann hafi komið inn í hennar líf og verið svona eins og engill fyrir henni. Ég held að þetta væri ég held að þetta væri eftir fósturmissi eða eitthvað. Hún samt þetta með einhverjum tveimur höfum. Þetta er það sem að sagan segir, eða sko mamma mín hringdi í maðan. Hún bara, já Hanna, veistu eitthvað Halo? Ég eitthvað, nei mamma, ég er þú veist, út allt eitthvað upptekinn. Hvað? Var ég á pínu svona að þú ert að bögga mig. Hún bara, ég get bara sagt þér það núna, ég var að lesa Halo og þetta er þetta og tók bara randið á mig og þess vegna er ég að koma með þessa skýrslu til ykkar. Þetta er algjör. Hún er geggjuð sko. Já, hún er geggjuð sko. Hvað veist þú um það? Hver? Hvort að mammina sé geggjuð? Hvað veist þú það? Mammina Jóhann er geggjuð. Hvernig tengist þú henni? Algjör stemningskona. Hún er mjög sæt sko. Er hún sæt stendi? Já, gullfalli kona. Topp mann. Hvað er rugglið þetta? Því að þú ert að tilkynna alltaf hvað er frammi, því að mamma þarf að jamma er ekki bara tónleikar, það er líka stemming frammi og fyrirtæki. Egill, hann er nefnilega að hugsa að mæta með Gurri. Sko, eða ég tek ykkur þessa gæja með mér. Þú þarft að passa upp á hana sko, hún verður alveg spólandi brjálið þarna. Já, sko, en ég var að hugsa bara, þú veist, út af því að, þú veist, segja hvað vorum að ræða á hana. Svo ég blössbásnum, eru múffur þar, er þetta bara fyrir gellur eða hvernig staðan á því? Herðu, ég þyrfti eiginlega að senda bara línu á Gerði og biðja hann láta hann að vita að þú sért að það verði einhverju kallminn á það líka. Já, ég tek kannski, þú veist, 2 félaga með og eru báður singul og þú veist, og gengur ekki tjáðum í gellunum og kannski viljaði fara í einum múffur. Þú veist, þú getur líka bara farið á tónleikana. Þarft ekki að fara í bás. Tónleikana er koncept, það eru bása frammi. Já, básarnir eru svona mjög flottur partur á þessari. Ég myndi ekki sleppa þeim. Það er bara múffarðu upp. Það er ekki. Ég þarf að tala við Gerði, það er greinlegt. Þetta er mjög góð punktur. Verður ekki svona feimið við þetta? Hvað er búið að bæta við þetta? Fyrirtækin sem eru næst. Ok, næstu 5. Vilko,
sem sagt vöflu uppskriftin sem við þekkjum öll sem er hún er fundin upp af konu sem starfar enn innan fyrirtækisins og verður á básnum. Ég elska Og geti fengið vöflu? Já, það er alveg pottet. Ég er endar ekki búin að heyri í þið með það en mér þætti það líklegt. Þegar vöflubíllinn var niður í bæ ég var farin að þekkja eigandan kona, frábær kona. Ég endaði alltaf mín djöm í vöflubílum. Fekk mér eina belgíska á leiðinni. Já, ég myndi örugglega gera það líka ef ég djammaði og drikki sko. Voru að prófa þetta. Ég elska vöflur sko. Ég er svona típa sem er eitthvað að baka. Ég baka vandræðalega oft pönnukökur fyrir börnin innan gæsalappa af því að þeim finnst svo gaman að fá pönnukökur en svo er þetta bara fyrir mig sko. Ég bara svona 20 pönnukökur sko. Vilkó vöflur. En svo eru 17 sortir með líka og þær eru náttúrulega alveg frábærar með alveg alls konar geggjar kökur og maður er ekki að grennast hjá þér hérna. Nei, þetta er ekki staðurinn þetta er, við erum að indulgja í alls konar hlutum þarna þetta kvöld sko. Og svo erum við með Chili and June sem er alveg geggjað snyrtuverumerki og bara Chili and June, já, þetta er mjög vinsælt núna, þetta er bara búið að vera tröllur í öllu þannig að þær verða þarna með bás og svo Mæ sem er verslun og hérna Gina Tricot sem að verslunni sem að voru allir í röð fyrir utan að í kringum í daginn þau ætla að vera með bás líka þetta er rosa, það er alltaf gerast þannig að þetta verður alveg alltaf gaman að fá skýrslu hjá þér með nýja bása þetta er líka ansið margir básar þannig að það verður stemming frammi og inni og ég er ekki frá því að þetta lag gæti orðið lagi sem verður tekið þar þetta er Halo eða Run, þú vorst að berjast við bara sjáum hvernig þetta fer en ef við ekki bara fá nýjasta föstudagslægið, Jóhanna Guðrún og Halldór Gunnar hér með lagið Halo, sjáum mark þetta var rosalegt þetta er hörku keppni maður þetta er helviti líklegt þetta er góður kontender held ég í sigur já, 100% þetta er rosalegt þetta er bara svo gott lag já, þetta er sturla lag og ég steindi ég er ekki frá því að toppa þig hérna í stóra sviðinu já, rúmlega það hérna Steindi er rappari sko hann er ekki söngari, hann er rappari sko og þessi lög þið farið inn á Spotify og skriðið föstudagslögin voljum 2 og með þess að Halo er mætt þar inn núna þau ekki gefa Halldór líka gott kredit jú, hann er dásamlegu maður skrifa föstudagslögin og kemur strax upp efstanna voljum þetta er rosalegu playlist til að rúlla það er gott shit sko. já, Halldór sagði með daginn bara Jóhanna, þú áttar þig á því að þetta er næstu eins og plata sem við erum búin að taka þetta endar í plötu þetta bara föstudags laga plata mér langar svo að spyrja þig hérna æfuru ykkur tíma þú veist að því að nú æfuru það að syngja er það? hvað sagðar áttur? ég held ekki ég man ekki eftir hvort þú verið meðfætt eða hvort þú getið þjálfað þig nei, ég spurði Svessa því en ég er að spóða hvort þú æfið þig þú veist heima hjá þér eða ertu bara það því að þú gigga það mikið og ert alltaf á æfingu já, það er eiginlega svolítið svoleiðis eftir ég var fullorðin en sem barn og unglingur þá æfði ég alveg öfga mikið sko og það þá sem að þessu auðvelt að leggja foundation allt sem þú gerir þegar þú ert barn þú ert eins og svampur þannig að ef maður vill þess vegna erum við rússarnir og svona þeir eru alveg með þetta teach them young hvað er þá býrðu að þessu en auðvitað finn ég alveg þú veist ég hef lent á hraðahindrunum í gegnum árin eins og einhver tíman þá fór ég endajaxlatöku og allir vöðvarnir bara í hálsunum á mér eftir það ég er með bara eitthvað svona króka á tönnunum og bara þurfti bara að fara í aðgerð og þetta var bara viðbjóður og eftir þetta þá bara ætla ég að taka gig eins og ég gerir venjulega og það var bara allt einhvern veginn bara allt ógeðslega þungt og bara hafði ekki alveg sömu stjórn á röddinni og þá þurfti ég eitthvað aðeins að þú veist að laga mig til bara þjálfa aðeins aftur já, ég rauninni bara aðeins smá sparkir að sem að koma mér upp úr því svo eftir ég átti börnin þá finn ég alltaf stuðningurinn þar smá tíma til að koma tilbaka maður þarf að passa sig líka bara að halda vöðvunum í lagi í kringa því að í rauninni er það að syngja er ekki bara hálsin þetta eru allir vöðvarnir og allt bara vöðvabelti í kringum magan á þér og bakið þú syngur líka með bakvöðunum sko það er ekkert annað þetta er knowledge við erum alltaf að fá skýrslur ég get lofa því við steindurum ekki að syngja með bakvöðunum sko. nei, við öskrum bara sko þegar þú ert með ófríska konu í söng í raddþjálfun þá getur ekki fundið hvernig hún stiður við tónana með því að setja hendina á magan á henni því hún er bara allir vöðvarar farin til sundur þá finnur í rauninni með því að setja hendina á bakvöðuna hvernig hún er að styðja við
Það er rosalegt. En hefur þið aldrei langa, ég spyr Sverri svo ofta þessu, Akkur ertu ekki búin að fljúa bara eitthvað út í The Voice í Breitlandi eða Bandaríkjum, akkur skráir þið ekki, hefur aldrei langa til að fara bara í Britain's Got Talent, því að maður má núna hafa að gefa út plötu þó maður sér þó sér það sko. Ég hef alveg verið spurð að þessu en nei, ég veit ekkert af hverju ég segi nei, bara nei, mér langar það ekki. Nei. En rökin eru engin. Það er þessa keppni sko, það er eitthvað þægilegast í sig. Það eru samt út í heimi, það eru til fullt af geggjum söngurum og artistum og svoleiðis, þannig að En það sem að kannski maður hefur og eins og Sverri líka bara yfir allir þessa ár er reynsla. Já, ef ég var með röddin ykkar þá var ég búin að keppa í öllum sem keppni. En minna svo að þú var bara að fá um allan heim í keppni. Já, ég var núna í Búlgaríu að keppa bara í X-Factor Búlgaríu. Þess vegna væri þið eru glórnir heimsfrægir, ekki við. En svo er það bara þannig líka að segjum að þú gæti sungið svona og þú myndir fara í þessa keppni og myndir vinna hana. Og hvað svo, myndir þú bara fara út með alla familíun og flytja til London og vera í vissin? Það er bara setjum tíma vandamál. Nei, ég meina að hann er bara að vinna. Er það eitthvað sem þú myndir vilja? Það er sló að spá úr því sem Já, það er aldrei. Svo er þetta líka pínulítið keppniskapi sem ég hef. Það getur stundum drepið mig sko. Ég frekar sleppi því ef ég veit ekki ef ég veit að ég get unnið þá bara setja ég allt í botn. Ég sá það nú bara ég ætla ekki að dansa til dæmis og vannst hana. Já, það er bara all in. Já, það er bara all in sko, bara ég líka hafa náttúrulega mjög fyndið kombói sem að þegar ég var að fara yfir listan af dönsurum og ég eitthvað bara, lesi við listan og þetta er bara íslenski dansara sem ég kannast við flesta dansarana þarna á listanum, séðan eitthvað Maxim Petrov, ég var bara, hver er þetta? Já, þetta er einmitt maður sem allar að dansa við þig, bara af hverju er ég svo, af hverju fæ ég rússan? Það virkar. Já, en svo bara einmitt, að fyrsta sem að segja við mig, eitthvað, it is going to be very hard for you, I'm going to push you a lot. Það var að fyrsta sem að sagði við mig, ég var bara, ok. Very hard for you. Já, og síðan tökum við fyrstu æfingu, og hann byrjar fyrstu æfingu á því að gera liftur, bara hverju þoriru. Byrjar bara að reyna bara, þú veist, ræðum með líftúruna og ég ákveð bara að vera bara ok, fuck it, ég bara gera það sem hann segir, ég bara tek þá bara, þú veist, hoppið hérna og bara fer á kolf og gera allt sem hann segir og og hann eitthvað, ok, so I know now that there is no limit En það skila það sér í sýri. En og svo í lokinu þá spyr hann mig, þú veist, were you never afraid I was going to drop you? Þegar hann var náttúrulega alltaf að gera alls konar eitthvað og ég eitthvað, nei, þú veist, þú bara, you better not drop me, skilur, þú ert bara, þannig er ég amatúrin og þú ert fagmaðurinn, sko. Þannig að ég er ekkert bara líka alin upp í svona umhverfi að þú bara treystir fagmanninum og gerir eins og hann segir. Og það var eiginlega svolítið þannig sem að við unnum þessa keppni, ég gerði bara það sem hann sagði sko. Vel gert. Við minnum á miðasölu á tix.is, mamma þarf að djemma. Jóna, takk fyrir komuna, þetta var sturla. Takk fyrir mig. Hér eftir smá stund spurning hérna gilsarans en við skuldum auglýsingar, drengir. FM 95 Blö í samstarfi við Dynout og Loop Smooth Mint Merch. Hárrétt, það eru Dynout og Loop Merch sem að færa ykkur FM 95 Blö hér á FM 957 á samt að sjálfsögðu Keiluhöllinni og Túborg Léttöl. Drengir, nýbúin að fylla á kælinni okkur sem er veistla. Við vorum með því að sennilega besta hvað segir maður, kvenkins söngvara landsins og já, það er nú ekkert mikið síðri söngvari mættur hingað í stúdíu og það er hann Eyþór, vertu velkominn. Takk fyrir og þakka ykkur fyrir. Hvernig ertu? Bara góður. Nei ekki? Jú. Gekkja að sjá þig. Sömuleiðis. Hvað myndur þú ranka sjálfa þig sem ertu einn af 10 bestu söngvari landsins? Er þetta eitthvað rugglaður? Já, ég að svara þessu. Við vorum einhvern tíma að tala um þetta. Hver fyrir hæst upp? Það hefur verið Eyþór, Svessi, Matti. Þú veist, það er margir sem ná helvíti háttu. Dagur. Það var ekkert margir þar en þú eða? Ferðu þú hæst upp? Ég veit það ekki bara. Hefur þú slúrið áðan? Nei, veitu voru að slúra? Nei, sem sagt það er alltaf íslensk slúrið. Já, það... Áttu, sem sagt, var Matti eðalega eitthvað smokk fyrir þess að spæga sín á stimpána í liðurveskunni. Ég var 5 ára. Það var 94. Já, var það ekki 2010? Nei, var ekki sama ára top 6. Þetta er eitthvað voða skrítið. Þetta er mjög skrítið slúður. Þetta var sérstakt sko. Heldur þetta ekki verið högni? Ég meina, maður færi þetta allt sæmt náttúrulega. Þetta er mjög sérstakt sko. Ég held þetta hafi verið högni í teppa líka. En með svo fallega lokka líka. Men það var rugglast. Já. Það var menn rugglast á okkur samt. Það var, já, á sín tíma. Þá var það þannig. Þá, ég nefndi ekki að leiðra þetta sko. Þú veist, þarna bara eitthvað geggja með guskus. Bara, takk. Svo bara er ég næstur í hitti í högna og sagði bara, hei,
Og þú veist, geggjað með guskus Hann bara, já, herðu, mitt Það var einhver rosa ánægð með hann í Eurovision Það skiluðu svona kveðjum svona eitthvað annars Það er þetta mjög Það er best að gera það bara Hætta algjörlega. að leiðir þetta Já, bara En hvað kallar þú smokk? Smokk Kallar hann konna eða kallar hann bara smokk? Konna Það kallar hann engin konna Það er bara Þú bara að segja slúður eða ráð Þú kallar þetta alltaf konna Já Kom með að kondom Já, ok, konni fyrir norðan er bara Kristján Jóhanns og félagar sko. Já, það voru konnarar, það er fjölskyldan Þannig ég sé bara, það minnst það mjög viðendur Þetta bara að kalla smokki sín bara Kristján Jóhansson Egil kallar þetta Markmann Markmann? Aldrei heyrst þetta Já, Þannig að það er að verja eitthvað Markmaður er alltaf betur en konni, það er nokkuð ekki En förum við yfir í svona aðeins þroskari hluti Það er þáttur að byrja í kvöld Eða sem sagt að byrja aftur Og það er kvöldstund með Eyþór Inga Og þetta er svona svo útskýri fyrir hlustendum sem á kannski ekki sé þáttinn Þú fært til þín gesti og stemmingu Já, það er basically, þú bara sumar þetta bara vel upp Sko, það hefur ekkert verið eitt sérstætt svona þema Þetta er bara go with the flow Þetta er bara einhvern veginn látum þáttastjórnanda með ADHD á lokastíi vera með þátt Ertu með ADHD? Já, ég er á lokastíi Það er alveg svoleiðis Það útskýrir kannski þegar ég spurði hvort þú getur komið 17:35 í dag Það bara, við reynum að láta það virka Þá kannski reistum bara að þetta verður Já, það er það Ég var að spila gig á hann og það var verið að ringi mig á meðan og ég bara stoppa á miði giggi og leit bara ég veit ekki hvort ég þóra að svara sér, ég á örgulega verið einhvers annar staðar það var reyndar ekki svolítið en núna sem sagt þetta hefur þróast út, þetta var fyrst bara það voru bara tónleikar, þetta kom bara upp COVID-inu, þá voru þetta bara tónleikar eitthvað páskaspecial, Eyþór Ingi rugglar í liðinu og þá gerðum við það var svo mikið rugl að það var klift og gerði 2 þættir úr því og svo kom bara yfir stjórnin hérna bara við viljum meira þessu, þannig að það var hent í aðra serju í fyrra sem var þá 8 þættir og núna aftur 8 og þá fekk ég sérst hérna í fyrra fekk ég til mín einhverja gesti svona í lok þáttar en núna snýst þetta eiginlega bara meira gestina Þú veist, er þetta bara meira, bara ég opna þáttinn og svo er ég bara að fá til mín fólk og bara sem ég dýrka og líti upp til Og hvaða gesti dýrkaru? Það er þú veist, bara ég meina þetta byrjaði svo sem ég fyrra þú veist, ég meina ég tikkaði alls konar box þar ég var með Pál Rósinkrans og Múkisson og fullt af flottu liði Þessari seríu að þá við byrjum á vaði í kvöld Magni Áskisson, Magnificent Agatúa, ég með tók það á hann hann heyrði aldrei oft og hann er alltaf geggjaður það var svolítið solid byrjun á þetta að vera með hann Tekur hann Dolphins Crime? Já, við skorum á hann í Bjöggi, hann bara gerði það bara í útsendingunni það kom bara í eyrað á mig bara strákar, ég bara, þú veist það er ekkert hérna út fyrir hann Magni er búin að taka allan að brot út Dolphins Crime Magni geggjaður og hann bara, ok, ég skal taka 1 viðlag fyrir þig og 1 kórus og hann byrjaði að spila á kassagítarinn og bandið sem ég er með er náttúrulega bara, þetta eru atvinnumenn í fæðinu þeir bara joinuð, bara eins og þeir hefði aldrei spilað neitt annað þannig að hann enda að spila all lagið því að bandið var svo geggjað þetta er svo mikið rugg Þessi veistla er í kvöld Dolphins Crime Ég hitti á ganginu með að þú veist að sem líka frá Unna Torfa við deildum því að við dýrkum hana Já, hún er svo skemmtileg Hún er skemmtileg, mjög skemmtileg Alveg bara algjör stæði og Eivur hún er í þætti 2 og það er algjörlega störðlega þáttur hún er töffari og svo er, þú veist, ég náða manana í að taka Kate Bush Wuthering Heights Já, akkurat Nei, Running Up That Hills Stranger Things trackið og það mér varst það einhvern veginn bara smellpassa En er þetta ekki svolítið eitthvað everything goes eða er eitthvað, eða brotnar eitthvað það er ekki verið að stoppa Nei, það er bara í síðustu seríu þá var bara mitt ein bakrætasöngkona var ófrísk og svo sem hefur ekkert með það að gera nema hvað það er eitthvað að fá sér sæti og það gekk eitthvað brösulega og hún braut eitthvað vaskunnu og við gerðum ægilegt atriðið úr því og hún hefði brotið mist vatnið og það er ekkert klift og það er ekki klift út, það er bara í seríu Það er bara með fólk í salnum í kemur Já, maður er með fólk í salnum og eiginlega besta stöffið kemur þegar það kemur í eyrað á mér, cut þá kemur svo mikið slaki
og þá kemur allt rugglið sko. og það endar alltaf bara inni, þannig að það bara þátturinn meira og minna bara Rakel að sminka okkur og við að ruggli Klukkan hvað þetta í kvöld? Herðu, þetta bara strax svo eftir fréttum Ég frétta að Sóli Hólm, hann kemur til þín líka ó já, Sóli Hólm, jésus Hvað er betri eftirherma? sko, Sóli er betri eftirherma En það? Já. Þú ert geggjuð eftirherma Svo ég rósið líka og ef það er nú fólk sem að fara að halda afsáttíð eitthvað þú kemur ekkert bara að syngja ég fíla það, þú ert með bara stand-up þetta skemmt stundum, ef það er hægt, ef það er hlustun og ég er kannski heppin með það að geta þá allan, ef það er ekki hlustun þá bara, ok, við spilum bara músík í kvöld en takk fyrir fólk eru á fullt, skilur og bara salun er bara alveg farin þá fyrir bara í lögin þá bara syngi með en ef að salun er með á tánum þá tökur eftirhermunar og allt grínin bara sem er ágætt að segja það í útvarpinu þannig að þá kannski fæ ég alltaf þögn núna bara ef það er komin bara haldur í sig andarinn fá mig ekki grín ef við tölum gaman að fá Sóli, hann getur sungið Sóli nefnilega getur sungið hann er geggjaður sko og það var svo gaman að hjá okkur sko við vorum náttúrulega asnalegir á soundtestinu sko yfir peppuðum og bara vorum endalist að henda eftirhermum í hvort annan við erum sumar eftirhermur erum við með samílegar Við erum með pallabáðir við erum með einhverjar tegund af Ragga Bjarna báðir ég er meira svona, ég er meira on stage Raggi Bjarna hann er meira baksvið slakur Raggi Bjarna ég fyndið að analysa þetta svona og já, við erum báðið með Helga Björns líka sko Getur við fengið eitthvað að báða þess að þið spjalli saman sem sjálfum gæja Já, ég meina það er Páll Óskar flyttu dúett með sjálfum sér ég ætla að spoila því hér sko það gerist í þættinum þannig að ef það er ekki eitt og sér þess verið til að pá sér áskrift og tjekka á þessu Hvernig tekur þú að Helga? Getur við ekki smá Helga? Það er svo rosa mikið fysiskt sko líka sko það þarf að vera TV sko Hvað er besta Þú veist, annars er þetta bara eitthvað, þú veist hei, hvað? Þú veist, Kalli Solo, hvað? Býtu, ok hvað, þú veist þetta er rosa fysiskt Það er eitthvað þess að fólk vil sjá Það verður minn Já, það er þannig og ég veit að það er þannig hjá okkur báðum sko mér finnst það voru 2 Helga Björsar saman þá eiginlega, þú veist, þið sögðu ekki neitt þið voru bara að hrista hausinn og þú veist eitthvað bara 2 spastískir menn þetta var ósaka líka Sóli sagði líka, þegar vorum í soundtestinu og vorum bara að æsa hvort annan upp í kjaftaði þess að við gáttum ekki einu svona sungin eitt lag venjulegri, við vorum alltaf að skipta milli eitthvað versa, þá var bara allt í einu Bubbi kominn og eitthvað bullshit og vorum að ruggla mikið á milli laga, þá var bara, við vorum alltaf að fá í eira bara frá Bjögga, bara strákar, vil ég halda kjafti, við erum ekki að taka upp þú veist, ekki eyðisöllu áður en að salurinn kemur þá var mitt átti Sóli þessa setningu og það sagði bara, ég er bara svo spenntur, mér líður eins og ég sé að fara í gistipartí með allt og mikið magic með mér og ég var ekki bara að fara að gista hjá Eyþór En er þetta ekki líka bara fullkomið þáttur að gríslingarnir fara upp í og mamma og pappi opna inn á rauða? Algjörlega, 100% Þetta er partí, algjörlega Þetta reytaði fáa sem var gott eftir COVID það er þetta entertainment Þetta er skemmtilegt Ég held sko að því að ég hef sko það er eitt sem að verður aldrei þreytt í grínu ég held að þetta sé búið að vera bara frá því að fólk byrjaði að grínast, það eru eftirhermur fólki finnst svo fyndið að þegar einhver næri einhvern svona vel að það er alltaf bara gott entertainment sko það vantar einhvern sko er ekki einhver ungur ég get ekki hitt Ara Eldjátt náðans að beða um Bubba Já, hann er mjög skoður á mig sko ég þarf að helst að umgangast þetta fólk í talum tíma til þessi séu góður En ég sliti bara on the spot núna, hvernig væri Bubbi hjá mig núna? Já, þetta er Auðun Blöndal það er neysla á þér þú ert að drekka áfengi þetta er náttúrulega ég veit það ekki þetta var helviti góða Bubbi við þurfum að fá bara við þurfum að taka okkur svona fá allir spjall bara líka og við þurfum að fara bara í þrýr bara spjalla já, það er bara rosalegt kjafta við gerðum nú eitthvað svoleiði sem afmælina slatta þá voru við allir hérna sko við minni það var Latti líka og þetta var bara allt og mikið sko Allt og mikið, búin að fá Latta í þáttinn? Herðu, nei, já, eftir að fá hann í þetta já, það inni, hann ásup í ermi já, það er ekki sá hann að græna hattunum í daginn, Jöfisins Legend alveg með þetta maður en það eru 2 Lattalög í þessari serju já og mjög lógist, annað þeirra er flutt á okkur Sóla hitt Lattalagið er flutt af GTRN já Já, haldi ykkur Hvað
Hvaða lag? Það Ég verða að heyra hvaða lag Þú veist, ég var bara eitthvað að segja bara, það var svo gaman, fyrir með eitthvað cover og svo bara byrja, hvað voru við að vinna saman síðast bara, og þá kom hún fram á afmælina slatta og var að syngja eitthvað svona fallegt lag eitthvað, mamma mín, í æsku var ég svolítið ekki svín eitthvað og svona og hún bara sjálf bara, já, ég meina, ekki bara taka tværa tungunum með eitthvað bara, þú ert að djóka eða ekki bara, nei, jú, má ég það ekki já, ekki Þetta er enni stemmis kona sko En það er magnificent í kvöld Stilliði inn á kvöldstund með Eyþór og Inga Stöð 2 strax, þetta er fréttir Eyþór, takk kjærlega fyrir komuna Takk kjærlega fyrir að fá mig, gaman að hlakka til að sjá þáttinn Alltaf gaman að fá þinn Takk fyrir Hér kemur, já, Dua Lipa í annarsinn Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttul sem færa þér FM 95 Blu. Hárið, það er Keiluhöllin og Túborg Léttul sem færi ykkur FM 95 Blu hér á FM 957 og drengir, this one got away from us Klukkan er bara orðin 5, nei, orðin 6 Já, ég var alltaf sagt Við erum að vera með 4 tíma þætti 4 tíma þætti á Hvað breytum við ekki? Við 4 hours. vorum eins og með 3 tíma þátt á fyrstæðin langa Já, í COVID Það er rétt Við þurfum að taka stundum svona á og til þegar það erum við eitthvað svona taka 3 tíma þátt Já, það getið fara að stýtast í næsta 3 tíma þátt en það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag Já Lítið við það að bæta svo sem það er rosalega leikur á sunnudaginn á Stöð 2 Sport það er Manchester United Liverpool í enska byggarnum Hvernig fær það svona þitt faglega mat The Blondale? Sko, ég spá? Ef þetta væri á Anfield þá var ég mjög svart sín ég er svona, við eigum séns svo fæ ég þetta í andliti, ég ætla sér ekki að fara að rústa okkur hann að blóðins Ég ætla að segja þetta sé markaleikur og ég ætla að segja að þetta veri 3-2 Manchester United Þá gæti ég þurft að setja sólblett á þig Þetta er eitthvað skemmtileg spá Ég set sólblett á þig Já, ég meina, ég er búin að vera naskur í svona sko Ég náði svona 8 réttum á fótbolta.net Hvað er það að setja sólblettin á hann? Hálsinn Okay. Er soppin, er hann alveg döður? Við hefum rættið döður Sólbletturinn, nei, sko. hann kemur bara í bylgjum sko En ég held að sé í sók núna Herru, ertu orðin andlega kvíðin fyrir morgundinum? Þú ert að fara að vera sókulag Við sjáum bara til hvernig þetta fer á morgun Auðlýsingin ætti að koma þá beint eftir helgi Jafnvel síðast alveg á þriðjudag vil ég sjá auðlýsinguna mætta á grammið og... Þetta er gaman að þessu Þetta er fyrsta skipti sem að manneskja verður páskaegg Við þökkum fyrir hlustununa í dag Ég geti líka beðið að sjá þetta sko Lögkastið á þriðjudaginn Herru, þú náður ekki að fara í King of Awards Nei Tökum við bara lögkastinu á þriðjudaginn Af því að næsti fyrstu þarf að vera King of Easter Já, eða við tökum þetta bara fyrstaði næsta eftir að æskast er búið niðurlega okkur á deginum áður sko Já, kannski Sjáum til Takk fyrir í dag, heyrjumst vonandi á þriðjudaginn Ef ekki þá bara næsta fyrstdag Góða helgi, kæru hlustendur